Ok, þá er ég byrjaður. Góða kvöldið. Velkomin þeir sem eru í streymi og þeir sem eru hér. Þetta er svona stuttur samráðsfundur sem við ætlum að halda hérna fyrir kragan. Þannig að við getum svona stillt saman strengi og svona bara kannað hvað við erum að gera í okkar bæjarfélögum. Ég ætla að vera með stutta kynningu núna á málefnum vinnu sem ég, Sigur Björg og Sigur Borg fórum í núna í vor varðandi strætó, og eftir að þeirri kynningu lýkur þá verður bara orðið gefið laust og hver og einn fær 1,5 tíma, 1,5 mínútu í ræðutíma. Þetta hefði verið full gott, en hérna til þess að bara klára þetta, þá bara ætla ég að byrja fundin. Hérna, vinnan sem við fórum í, hún hófst á þessari spurningu: hvernig virkar strætó innan bæjar, til dæmis í Kópavogi eða Mosfellsbæ í Hafnarfirði, þar sem átt að fara mjög stuttar leiðir og það sem að sýnir sig að fólk er mikið að nota einkabílinn í þessar stuttu ferðir og margir sem nota ekki strætó þrátt fyrir það væri mjög hentugur valmöguleiki. Og svona maður spyr sig, hvaða ferðir fer fólk með strætó? Sumir náttúrulega fara allar ferðir með strætó og það er bara frábært. Aðrir nota strætó til að fara í vinnuna til þess að sleppa við umferðina og svoleiðis, eða annað. Svo náttúrulega börn og unglingar, en svo er spurningin, er fólk að nota strætó innan hverfis ef það er á annað borð eða á bíl? Þannig að þá hefur valmöguleikan, ætlar það að nota strætó til þess að komast til dæmis í sund eða í búðina eða einhverja styttri leiðir innan bæjarins, eða notar bílinn? Og hvað er það sem að þarf til? Og svona það sem að ég allavega endaði á að væri stór þáttur í þessu er að fyrir stakaferð þá er hægt að borga 470 krónur til þess að taka strætó, en þegar á reynir að þá er það rosalega mikið gjald miðað við breytilega kostnaðinn á bílnum. Af því að þegar þú ert búin að kaupa bílinn og tryggja hann og allt það, þá þarftu bara að setja bensín á hann til þess að fara kannski í sund. Og tala ekki um að taka krakkana með þér, að þá safnast þetta dálítið upp. Og þá ertu farin að borga rosalega mikið fyrir stutta leið innan bæjarfélagsins. Og svo ef maður skoðar hvað kostar til dæmis áskriftir, að þá er mánuðurinn að kosta 13.000. Til að það borgir sig þetta taka strætó nokkuð oft innan mánaðarins, og það er ekki allir reiðubúin að taka stökkið í að kaupa áskort. Þannig að hvað veldur því að það sé svona dýrt að taka strætó? Af því að það hefur alveg verið rætt við framkvæmda strætó og það virðist vera mikil tregða í að breyta þessu. Og í eigendastefnunni stendur að það eigi beinlínis að ná inn býsna stóru hlutfalli af kostnaðinum við strætó gegnum fargjöld. Og þá fórum við í að velta fyrir okkur hvort það væri ekki bara raunverulega málið að reyna að breyta þessari eigendastefnu. Og ég er búinn að setja það inn til dæmis í umhverfis samkvæmdur í Kópavogi að óska eftir að nefndin taki það til umfjöllunar að þetta verði hlutfallið sem að fargjöldum er ætlað að skila verði lækkað töluvert. Þannig að strætó geti þá lækkað verðið og þannig hvatt til þess að fólk nýti strætó í nærumhverfinu. Nota til þess að fara styttri leið í sund, kannski á kaffihús innan sveitarfélagsins,
en sleppi bílnum af því að það sýnir sig við til dæmis kíkjum á í Kópavogi þá eru hérna þá til dæmis sko það eru leiðir sem að ganga Kársnesbrautina og til dæmis dekka vel hérna Kársnesið en það er sýnt sig að þessar leiðir eru sálítið nýttar og það er verið að tala að hreinlega bara sleppa þeim af því það er ekki næg notkun á þeim og á sama tíma þá er Kópavogur búinn að stofna bílastæðasjóð vegna þess að það hefur verið svo mikið vandamál hvað það er mikið lagt ólöglega við sundlaugina og hérna það svona endaði því að ég bjó til tillögu sem að er núna vonandi að komast í umfjöllun hjá umhverfis- og samgöngunefnd það að við lækkum hlutfallið sem að fargjöld eiga að skila af einingarstefnunni af hérna kostnaði strætó. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra en hérna og þá ætla ég bara að gefa orðulaust Sigur Björg. Ég fór þetta hérna einhver sem góða tíma að við tala við þetta. Ég held með þessu ófum Ég mig langaði bara að spyrja, hefurðu fengið eitthvað veður á því hvenær þetta verður tekið fyrir í nefndinni? Nei, og það er rosalega erfitt aftur að segja vegna þess að við sjáum voðalega lítið hvað er framundan. Við vitum svolítið hvað hefur verið gert, þá getum við að skoða eldri fundi, þá er þetta að sjá það. En það er rosalega erfitt aftur að segja því hvað er framundan vegna þess að þó ég sé búin að senda erindi til starfsmannsnefndarinnar, þá veit ég ekkert hvenær raunverulega það kemst inn. Því að maður skildi ætla að það ættir bara að koma inn á næsta fund eftir þú sendir erindið inn nema það krefjist einhver sérstaks undirbúning sem þá myndi ég telja ætti bara að vera næsti fundur á eftir. Ég að næsti fundur ætti að vera 19. nóvember. Hérna, ég myndi alveg íta á eftir senda hérna post og ítreka og bara til þess að kannski auka líkunar á að þetta komi inn fyrr, ég veit það ekki, maður veit ekki alltaf alveg svona eftir hverju þetta fer en ég myndi bara telja eðlilegt að þetta kemi inn sem fyrst eftir að maður óskar eftir. Einmitt, hérna ég mun alveg gera það, fengast með því að þetta fara örugglega inn á dagskrá næsta fundar og íta eftir því annars. Ég rak minni blá það eitthvað tímann hérna þegar ég var á einum af fyrstu fundunum mínum í menntaraði þá sendi ég eitthvað inn og svo var það ekki rætt og svo nefnum bara leið hálft árið eitthvað og þá nefndi ég þetta eitthvað aftur og þá hafði það bara svona glemst eða já ég sendi ekki á rétta mannesku og það fór aldrei svo ég sendi það á starfsmannin nei ég sendi það á sviðstjóra allavega skilaði sér ekki þannig að já ég endur ekki við neina hvort það eiginlega allt sem að ég hef lagt fram hefur fengið bara góða umfjöllun já hérna hérna ég vil hvetja streymi til þess að koma með spurningar ef einhverjar eru. Hákon? Herri, já, bara takk fyrir kynninguna. Það er bara eins og almannlegt mjög prófið og hérna bara gaman að þessu, en já, það er kannski svona eitt af þessum hlutverkum sem er kannski ætla líka bara þessu félagi einmitt að tala kannski þessa hluti. Akkur ekki fyrirspurnir og annað að koma inn og svo framvegis hvernig kemur inn, hvað er eðlilegt og svo framvegis. Þannig að það verður kannski spennandi hérna bara viðfangsefni þegar lengri tíma litið sko. En varðandi mitt strætó og ég kannski minna kannski spurningu heldur bara svona athugasemd sko. Það sem að hefur nefnilega tekið eftir er að við höfum sem sagt rætt náttúrulega og hlustað á Ármann tala þetta meðal annars og líka sem sagt fólk í hérna öðru sveitafélögum og það er einhvern veginn alltaf sama svarið þegar kemur að þessari eigendastefnu að já, nei, það gengur ekki, það er vonlaust, það er búið að reyna en síðan ef maður heyrir þess að hvað fólki finnst það, þá finnst öllum það vera jafn sniðugt. Já, þetta væri eitthvað sem við ættum að skoða, en nei, það er ekki hægt að gera þetta. Svo maður velti fyrir sig sko hvar vilji til lífs er dregin úr kjörtu fulltrúum.
Já, ég var alveg sammála því að það er eins og það viti enginn sko, það kannast enginn við að vera sko svo sem stoppar þetta. Þess vegna bara frábært að þessi tillaga sé að fara inn og þá bara sjáum við hvað það stoppar. Algjörlega. Og ég til dæmis kom með tillögu sem að gekk ekki eftir að strætó yrðu ókeypis innan Kópavogs, af því að mér fannst einhvern veginn vera sko, við varum að eyða svo miklum peningum í þetta að það væri ekki notað nógu mikið, að þetta reyna að fá krakkana inn í þetta og fleiri, en það var risa allir upp á afturlappirnar við það sko. Það var einhvern veginn bara við það að gefa, ef það væri 3 leiðir sem er 36, 35 og 28 ef við gegnar gjaldfrjálsar sem hefði dekkað allan Kópavog, það einhvern veginn, og þetta eru leiðir sem er ekki mikið fólki að fara inn í eða hvort sem er, þannig að það myndi bæta miklu þó fargjaldið en það var ekkert fargjaldið af því við erum þegar að borga svo mikið kostnað á þeim að það samt einhvern veginn einhver rosalega tregða við það sem að ég hefði viljað. Þær leiðir sem aka eingöngu innan Kópavogs, þeir sá kostnaður alfarið, já, ok. Já, það er betra að gera svona svo þungt. Já, ég bara þekki ekki alveg hvernig það er, þannig að þessar leiðir sem aka eingöngu innan Kópavogs, fellur kostnaðurinn við þann rekstur eingöngu á Kópavog eða deilist þetta einhvern veginn allt niður á milli sveitarfélaga? Eins og ég skildi það, þá sér Kópavogur alfarið rekstrarkostnaðina 28, 35 og 36. Já, þá spyrir maður sem hversu miklu munar það ef það er enginn að stíga upp í þessi strætó í dag. Hverju breytir þá ef það fargjald, það litla sem kemur í dag hættir að koma? Það sem ég sá fyrir mig var að fólk sem væri að fara inn á Kópavogs, ef það væri ekki það mikið, að fólki sem er að fara kannski frá Kársnesinu bara upp í Hamraborg eða frá Kársnesinu og upp í Kór, að það kannski skipti ekki máli þó að fólk myndi þá að nota Kópavogsvagnan til að þræða það. En að sama skapi þeir sem að væri þá myndum við vilja náttúrulega að það væri það sem að væri gert, að þegar fólk er að fara kannski smáralindina að það sæi sér hag í því að nota strætó eða er að fara í sund, að þá nota strætó í staðinn fyrir að taka bílastæði sem að er hörgull á. En þeir sem væri að fara inn í Reykjavík, þeir myndu þurfa hvort þeim er að borga þegar þeir færi í Fjarkan eða Tvistinn eða Ásinn, hvernig sem það er, eða upp í Hafnarfjörð, sama að þá yrði tekjutapið óverulegt, en við myndum samt ná að nýta miklu betur þessar leiðir sem er ekki notað nógu mikið. Það er ekki eins og það fjarstæðukennt að opna á fríferð innan bara Kópavogs. Það er ekki eins og það fjarstæðukennt að bara það opna á fríferðir innan Kópavogs myndi jafnvel leiða til fleiri fargjalda í stofnleiðunum sem eru þá utan bæjarins og væri hvort sem er verið að borga fargjöld í. Þannig að svo er það hlutur, þannig að það er spurning sko, eru við með sko ferðatölurnar á þessum sér Kópavogsku leiðum, það er kannski eitthvað sem hægt að finna og í rauninni bara þannig við höfum bara kostnaðarmatið algjörlega hvað það væri að gera þetta frítt með hvað þetta er mikið notað núna. Algjörlega, það væri mjög forvitað og svo þetta líka kannski pælingin svo að leið og þetta er orðið normið hjá þér að fara í strætó. Leið og bíllinn er defaultið þitt, þá er bíllinn defaultið og þú notar hann bara alltaf. Þannig að þetta fann til búið, þá ferðu sest upp í bíl og keyrir. En ef að strætó er komin inn í hjá þér að fara í styttisferðir, þá ertu kannski líka bara búin að prófa og bara líka dágætlega. Og þá getur kannski hugsað að taka lengra skrif og nota strætó til að fara í vinnuna. Af því það er ekkert endilega víst að fólk testir sér alltaf í að fara kannski á morgnana þegar það kannski má ekki við vera seint. En þegar búin að kynna þetta, búin að prófa þetta, þekka þetta, þá kannski er þetta bara auðveldara. Einmitt kannski bara máli að þú veist það hafa nú verið gerð núna frá 2012 held í tilraunaverkefni það sem að SSA og Reykjavík og Kópavogur lögðu saman sem sagt að gera meira að fjölga fólki í strætó. Maður í raun skilur ekki af hverju var ekki hægt að fara bara í tilraunaverkefni bara með svona innan Kópavogs. Það var ekki nema 2 mánuðir eitthvað bara að sjá hvernig það gerist. Það getur væntanlega sá kostnaður óverulegur með það að þessar leiðir eru hvort vanýttar sko. Og hvernig með skólabörn, fá þau ekki
afsláttið að frítt jafnvel Nei, eins og er. þau borga hálfgjald Já, nákvæmlega. og svo ef þú kaupir 20 með kort þá nærður kostnaðan dálítið niður þar sko. En já, ég meina, þú veist, manni þykir þetta svo borðliggjandi, sko. Já, já, einmitt, þú veist, ég var bara að hugsa um þetta, maður svona skildi ætla að flestir sem að eru að nota þessar leiðir í dag, þú veist, flestir sem að nota strætó í dag eru væntanlega með áskrift, er það ekki, þú veist, það eru örugglega hægt að finna tölur í það, svona mín tilfinning, þú veist ekki með gögnin núna, en það væri bara áhugavert allavega að fá greiningu á því hverjir eru að nota þessar Kópavogsleiðir í dag. Eru þeir að greiða staktgjald eða eru þeir með kort? Ef þeir eru með kort, þá eru væntanlega að nota strætó líka eitthvað utan Kópavogs og það myndi ekki hafa áhrif á sko, innkomuna þar, þó sér er breytt. Þannig að það er alveg spurningum bara þróa þetta svolítið áfram og reynilega taka þetta aftur upp með bara svona meiri eða svona aðeins nánar útfærslu á hugmyndinu sko. Þegar ég sé ekki fyrir mér að þetta getur verið mjög kostnaðarsamt í ljósi þess að við erum í dag nú þegar að reka þetta. Eða það var allavega áhugavert bara að sjá það og örugglega ekkert mjög flókið að fá greiningu á því. En svo er ég alltaf með líka fyrir mér það er nýtt leiðakerfi strætó væntanlegt. Er þið ekki búin að fá kynningu á því líka? Ég tók nefnilega ekkert eftir ég gaf ekki gaum þar hvernig þessar leiðir koma út í nýja kerfinu. Heldur að það muni gefa einhverja breytingu hvað þetta var? En það er ekki nýja leiðkerfi samt að fara í gagni bara tölvöld fyrir eða það er kannski ekkert ég er ekki alveg með það já, kannski já, en ég hugsaði sko að hinnar leiðin að byrja kannski fyrir en ég bara ekki alveg með þetta hinnu ég fekk að mitt kynninga á 60 mann en bara daginn og ekki búin að líka við Já, nýja leiðkerfi nefnilega miðar svolítið að því að fá frekar eða sko að auka tíðnina frekar en að ná öllum hverfum, var það ekki? Þeir sem eiga bíl þeir eru alltaf að spura sko það þarf að meta það Mhm. Ég er búin. Nú. En ef þú ert búin með strætó, viltu það ekki líka bara koma og dilla þér hér? Nær mækin okkur sérst ekki. Ef hann er bara hérna á borðinu, þarf hann að ganga á milli. Já, ok, ef við ekki bara gera það. Getum við bara að vennilega þurfum við alltaf. Hérna það var svolítið
tíma sko. eins og Adri útklón. Já, bara, hún bara svona, þú Ég veist, bara eins og finnst það hundur. eiginlega jafn vandræðilegt að spyrja klón eins og klám. Já. En þetta er bara svona samtal við matabor. Nú er það komið. Er það komið? Og guð. Sem sagt, nýja leiðakerfið Tinna og aðrir er hægt að sjá inn á vefsíðu Strætó, bara á strætó.is og þar getur valið nýja leiðakerfið og það er líka hægt að koma með ábyrtingar og Ég setti linkina á það inn á streymið, eða svo slóðina. ok, snilt. Hægt að sjá svona, það er hægt að taka svona kall og staðsetja einhver staðar og sjá hvað þú kemst langt á einhverjum x tíma og svona er svolítið flott. En það var Líka kannski, tekið við hugmyndum Já, Já. ennþá. Ég já, held að það sé ennþá að taka hugmyndum. já, en það var kannski líka til að svara henni, Sigrúnu. Sigrúnu, já, og guð, afsaki Sigrún, að bara að það að nota strætó, því meira af fólki, eða því meira fólk sem nota strætó, því minna fólk er að nota þá engabíl, þannig að það er náttúrulega til alls að vinna og líka kannski, sem sagt, því ódýrara sem að er í strætó, því meiri líkur er að fólk noti það reglur og sem sagt, og það er kannski svona punkturinn í því að það væri svo auðvelt að gera í Kópavogi til dæmis ef það er vilji, bara litla rannsókn til að sjá bara hvaða áhrif þetta myndi hafa. Ég sett lata til sem tilraunaverkefni að það er gefið ókeypis strætó innan Kópavogs til þess að sjá hvort að það myndi, hverju það myndi breyta. Að kostnaðurinn væri ekki fyrirstaða. Þú eru komið með eitthvað tímamörk á, þú veist, tilhöruna. Það er náttúrulega komst alltaf svo langt þegar þetta bara skotið niður. Já, En hérna nú var þetta gert á Akureyri, prófað að gefa frítt í strætó. Ekki bara að prófa, það er Já, bara þú veist, það er bara frítt, já. frítt í Það er strætó. bara Já, fyrst þetta. Mér skilst að það hafi ekki skilað þeim niðurstöðum sem var vonast eftir. Ég man ekki alveg, þú veist, heyrði einhverju yfirferð á þessu sko, en hérna það væri svolítið fróðlegt að bara kannski kryfja það líka svolítið og sjá hvað, það er örugglega hægt að læra helling af því líka þá í Tíðnin á strætó er færslunni. mjög lítil. Já, á Akureyri. Já. En svo hérna líka allir, spurning með tímamörkin, sko, ef þú ert að prófa út í 3 mánuði og mælir hvað bara gerist á 3 mánuði, það gerist ekkert á 3 nei, mánuði. það er, Það þarf ekki Ég myndi halda að væri örugglega 2-3 vera- ár, já. þurfum við að sjá, þú veist, þetta er spurning fólki sem er ekki að kaupa sér bíl, heldur halda að það nota strætó af því það er miklu ódýrara, skilur, en ég er ekkert að fara að selja bílum en þetta er allt henni frýtt í strætó, þú veist, Nei. þannig að fólk er ekki beint að fara að brjóta sig mjög hratt út af þeim lífstíl, þetta er miklu, en myndi en það væri, kannski fara á strætó í sund með krakkana í staðan fyrir að kera ángað, þú veist, Já. ef að það er nefnilega mál og hangi kannski líka bara svolítið í hvernig verkefnið er kynnt, sko, þetta er kynnt alveg þannig að fólk gerir sér grein fyrir og einmitt kannski þessi tækt, þú ert ekki að fara að nota þetta kannski í hefðbundin en allt sem þú bara, hei, vil ég fara á kaffihús í Hamraborginni eða eitthvað úr Kórakörni, það bara, hei, tökum strætó og bara gera það, sko. Já, Það er já, svona- ég var bara á Katalínu. Gæti fyrir á Katalínu eða þú veist. Við fórum bara á Katalínu á mánudaginn. Ég fór á Katalínu um daginn. En hérna, ok, en það heyrðist þá ábygglega ekki áðan heldur svarið þitt sem að er kannski stóra atrið sem hefur verið rætt í nefndinni með umhverfisþátt strætó með hérna á hvernig hann keyrir. Já, ég var að segja að það hefur verið rætt í umhverfissamkvæmdinn líka að strætó getur til dæmis verið að keyra á metani, vera með metanvagna og mér finnst það mjög heillandi hugmynd ef að strætó sem sagt bæri að nýta eldsneyti sem að raunverulega sveitarfélögin sjálf er að framleiða í gegnum sorpu, að það væri bæði umhverfisvænt vegna þess að metan er mjög svona virk gróðurhúsalofttegund og það væri svona mikið win-win situation ef það væri hægt að koma því í kring, sýnist mér. Orðið er laust. Já, kannski, bara, þessi fundur átti sjálf sér ekki að vera langur, það er ekki mikið tíma eftir af skipulagðum fundi, einhverja 9 mínútur eða svo, sko. En já, þetta er mjög áhugavert og í raun, þú veist, það er svo margir möguleikar sem að er hægt að kanna, sko. En það hangir alltaf á líka bara vilja, sem sagt, kannski ekki okkar, heldur annar að sjá það, sko. En okkar náttúrulega verkefnið á að kynna það og gera það vel, sko.
Svo að það er bara, þetta er bara geggjaður fundur, bara það að gera. Kannski komið því að jú, þið eru í streyminu en það væri rosa gaman að fá hérna á næsta fund, kannski við höldum hann svona í Kópavogi eða einhvers staðar og hérna reyna að fá kannski fólk þá úr hérna, það er svo margt sem að hægt er að tala kannski sem varðar svona kjördæmið í heild sko. Að Kópavogi getur kennt ýmislegt að kenna fólki hvernig bara stjórnsýsla virkar á sveitarstjórnarstiginu og svo framvegis sem væri mjög örugglega áhugavert fyrir fólki í öðrum hérna sveitarfélögum að heyra. En já, þetta var mónologið mitt. Vilja fleiri taka til máls? Vill einhver úr streymi koma einhver framfæri? Ef svo er ekki. Það er einn hlutur sem ég finnst bara, ég hef rætt við einhver af ykkur þetta áður sem er svona að því við erum að tala strætó og það er þetta sko hvernig það er svo mikið stakk alltaf að fara upp í það að kaupa sér áskriftirnar en maður sé ekki alveg tilbúin að kommita í það en hvernig væri til dæmis það að láta kappa hvað maður er að eyða á strætó eða eitthvað bara við mánaðargjaldi við áskriftin á mánuði að maður er ekki að borga meir í strætó á mánuði heldur en mánaðar áskriftin kostar. Það er mjög góð hugmynd. Og sömulegis með áskriftina, þá er maður ekki að eyða, þú veist, meira ári heldur en áskriftin kostar. En það þýðir þá bara enginn fær sér áskrift. Já, en það Já, Það er ekki bara til lagi. það er ekki bara allt í lagi. Já, þú veist, Þá bara eyðir upp í... Þá bara eyðir fólk annarkvort minna í þetta, eða fólk er frekar við að því það getur ekki tapa pening á því að kaupa sér áskrift sem það er síðan aldrei að fara að nota, skilur, eitthvað svona. Ég ætla að vera gett, ég ætla bara að áramótaheiti mitt, ég ætla að kaupa bara áskort í strætó og keyra miklu minna og svo bara eins og öll áramótaheiti. En Er það ég sé búinn að ekki, svíkja það þannig 3 virka dögum síðar? áskriftar tekjur sko. keyrir ekki líkamsræktarstöðunar á öllum sem kaupir sér kort og nota það ekki? Jú, Jú, en það veist við erum ekki líkamsræktarstöð sem erum að reyka fyrir gróða. Þetta er ekki world-class. En Þetta er rosalega góð hugmynd. Ég ætla aðeins að grípa inn í hérna Elína í streymi að koma með smá hérna athugasemd að hún er til í að hérna já, bæði hérna Sigrún segir úrgangsmál sorpa og svo framvegis ef að taka þegar næsta fundi. Já, elskar rusl. Ég styð það í alveg rusli því að þess ekki bara að sorpa meira. Og Elín segir ég er til í að önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu komi inn í þessa rýni eins og með Kópavog og hérna ég held að það væri bara vel til fyndið og ég hérna auglýsi bara hér með eftir áhugasömum ég að taka í rýni og hérna umræður strætó og hvernig getur bætt hann og þeir sem við hafa áhuga geta bara sett sig í samband sent með bara línu og hérna þá getur ég bara reynt að koma upp einhverjum hóp sem að hérna myndir rýna þetta og hérna það lýst bara mjög vel á það en ég ætla að svara ástæðans með hérna appið með að hérna þetta sem þetta leggja til mér skilst að appið sé mjög tæknilega aftarlega að það virðist ekki vera hérna auðsótt að breyta því mikið. Það er væntanlega bara pólitísku vilji sko og sem er kannski eftirmál ef þetta væri hægt þá strandar það á því að allir segja að þetta sé ekki hægt út af því að það er ekki hægt. Það er ringavillisan sem er í kringum þetta allt saman sko. Þú þarft ekki eins og að breyta appinu til þess að þetta myndi virka því þú getur actually bara edita þetta á bakenda. Hvernig? Ég skil ekki. Til dæmis bara þá kapparu á greiðsluna bara þegar þú ert búinn að koma með þetta að þá færist þetta uppfall. Þú veist þá hvort þú sett með áskrift eða eitthvað í appinu er bara því að það er bakendinu að segja að appið sé með áskrift. Þannig að hvort sem appið sé eitthvað þróað eða ekki. Já, en ég meina þetta er bara pólitísku vilji sko, þetta er ekkert annað. Ég sammála ykkur öllum en hérna ég þekki of mikið færsluþýðingu til þess að hérna geta samþýtt að þetta sé svona einfalt. Það er nefnilega býsna mikið af flóknum hlutum sem að koma inn í það. Má ég leggja til eitt? Við skulum ekki þetta inn í ultranörd. Nei. En þú veist það skiptir í rauninni ekki máli flækjustegu útfærslunar sko.
heldur í rauninni ávinningur útfærslunar sem slíkur. Ég er alveg sammála. Það er bara alveg og mér finnst það raunverulega alveg fráleitt afsökun að kenna appinum að sé ekki að það veiti almennilega þjónustu. Sama hversu tæknilega flókið þetta er, þá verður þetta, eru við að berjast fyrir málum sem eru miklu flóknari heldur en þetta í útfærslu líka, þannig að bara, veistu, bara ótrúlega góð hugmynd. Alveg sem virði það að skoða. Ég legg til að nema einhver kveði sér hljós að þá slítum við fundinum og bara þakka fyrir góðan fund. Herðu, bara sömuleiðis. Vill einhver taka